Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið þið sæl. Til mér komin forseti Alþýðusambandsins, Finnbjörn Hermansson, velkomin. Takk fyrir. Úr ykkar ranni heyrir svolítið núna að forsendur kjarasamninga séu brostnar eða séu að bresta. Já, það liggur fyrir að verðbólgan 5,2% þessar mundir. Já. 1. september, ef hún verður yfir 4,7%, þá eru forsendur til þess að segja upp samningum. Já. Þannig að við höfum áhyggjur af því að verðbólgan sé há. Við höfum sjálfum sér ekkert áhyggjur af því að geta sagt upp kjarasamningum. Það ekki stóra málið, en enga síður þá verðbólgan bara á þeim stað í dag að við höfum áhyggjur af henni. Já. Og það náttúrulega öllu tengt verðbólgunni, hvort sem það eru stýrivextir eða hækkanir á öllum vörum og annað þess háttar. Við höfum áhyggjur af því. Já. Og má ekki skilja þannig, það eru sem sagt það bara fólk innan þinnar jafnvel forystu fólk sem að bara talar það að samninga verði bara lausir að óbreyttu. Já, við höfum náttúrulega eftir að taka ákvörðun það, en við getum ekkert látið okkar fólk blæða fyrir það að verðbólga sé svona há vegna þess að við gerðum mjög hóflega kjarasamninga og við þreytumst ekkert á því að minna á það. Við gerðum kjarasamninga sem átt að verða til þess að verðbólga lækkaði, en við bara horfum upp á það að það ekkert allir sem að taka þátt í þeirri vegferð sem að við vorum að leggja línuna fyrir þá. Ekki ríkisvaldið? Ekki ríkisvaldið, ekki verslunin, ekki bankarnir, ekki tryggingafélögin, ekki olíufélögin. Þannig að við erum að horfa til þess að það launafólk eitt og sér sem að heldur uppi því kefli að reyna að lækka verðbólgu og ef að það gengur ekki eftir að þá náttúrulega höfum við engin önnur tæki heldur en að segja upp kjarasamningum og reyna rétt að hluta okkar félagsfólks. En að óbreyttu, ef allt stæðist, þetta samið til hvað langt tíma? Það var samið til 4 ára, sko. Þá myndi það renna út 1. september 2028. Já. Þannig að það miklir hagsmunir þarna undir. Já, það eru miklir hagsmunir. Já. Og það náttúrulega hagsmunir launafólks fyrst og síðast að verðbólgan fari niður því það svo margt sem að fer þá niður eins og ég hef verið að nefna, sko. Við erum náttúrulega búin að fara í gegnum ákveðið tímabil sem var mjög hagfellt fyrir íslensku stjórnvöldum og íslensku samfélagi. Við vorum með hátt raungengi sem að hefði átt að leiða til þess að verð hefði farið niður og ef við hefðum hort á verðhjöðnun og ef þetta hefði verið skilað til almennings þá værum við á allt öðrum stað í dag og við getum bara skoða alla hluti sem að eru háð gengi. Það bæði stór hluti af vörum, sem sagt bæði svona dagvara og það bensínið og annað þess áttar og ef að það hefði allt saman fylgt því að skila þessu til samfélagsins, þá varum við á allt öðru stað. En þessir aðalar hafa bara ekki skilað þeir tilbaka. Nei, við sjáum bara hagnaður Landsbankans á 38 milljarðar. Já, og bankarnir að skila alveg milljandi hagnaði og það eru mjög mörg fyrirtæki að skilja milljandi hagnaði sem að þau hefðu geta sett inn í þessar sameiginlega púllu okkar og þá væri við á allt öðrum stað og við erum náttúrulega gagnrýna þetta og við horfum upp á þetta og þess vegna verður það þannig ef það lag á að segja upp kjarasamningum þá munum við eðlilega skoða það mjög alvarlega. Já, heyrir sér það að við sé viljið til þess að óbreyttu samsagt? Það svolítið, við erum í sjálfum sér ekkert komin efnislega mjög djúpt í þá umræðu að við eins og ég sagði áðan að við gerðum mjög hóflega kjarasamninga til þess að ná niður verðbólgu og við munum alveg klárlega setjast niður og taka mjög svona ígrundaða afstöðu til þeirra hluta en ég ætla ekki að segja hvort það af eða á því að við erum bara ekki komin á þann stað núna. Nei, en við horfum svolítið bjartsýn með þessa ríkisstjórn með 2 sprenglegar hagfræðinga
borð. Já. En svo hækka þau sko gjöldin núna áramótin sem á stóran þátt í verðbólgunni. Já, í þessari tilteknu verðbólgumælingu eiga þau stóran þátt í. En það sem hefur verið að gerast sko að undanförnum og það það að sko mikið af þessum ríkisfyrirtækjum eru gerð sjálfstæð og taka þá sjálfstæðar ákvarðanir eins og til dæmis veiturnar og annað þess áttar. Og síðan kemur, og það tekin arður út úr þessum fyrirtækjum sem að fara í sveitafélögin eða í ríkið og svo þegar kemur að einhverjum fjárfestingum þá þurfa þau að hækka álögur á almenning og þá eru stjórnmálamenn algjörlega fríir. Og þetta bara mjög ámælisverk hvernig farið með þessi fyrirtæki sem að eiga að vera bara óhagnaða drifin að því leytinu til að þau að skila arðinu beint til fólksins hverju sinni og við horfum upp á það á sama tíma og við skrifum undir kjarasamninga eða frá þeim tíma þarna í byrjun árs 2024 þá sko vatni búið að hækka 18% og rafmagn annað eins eða svipað þannig að þau gætu alveg vera á pari bara við verðbólgu en þau taka svo mikið út úr þessum fyrirtækjum og þegar eitthvað kemur og bjátar á og þau þurfa að fara í fjárfestingar þá þarf að setja það út í verðlagið. Og þetta eru bara hlutir sem að við eigum að tala við stjórnmálafólk núna í sveitarstjórnarkostingunum. Því þetta gengur ekkit svona til lengdar. Nei, þannig að þetta eigi að vera svona samfélagsfyrirbæri, hitaveita, vatnsveita og þetta sem að hérna, en þau eru notuð, eins og segir, það tekin, þau eru látið greiða arð og hafa þá ekki peninga til eins og ný framkvæmda. Já, sko, eðlileg fyrirtæki þau bara taka til hliðar vegna þess að þau vita hvenær þau eiga að fara í framkvæmdir. Almennt þetta þannig að það kemur ekkert óvænt upp á og ég held að það hafi ekkert komið í sjálfum sér óvænt upp á hvorki á hitaveitunni eða hérna rafmagninu. Nei. En samt þetta búið að hækka sem þessu nemur, þannig að hérna, mér finnst það bara að vera óábyrg stefna hjá stjórnvöldum. Rafmagninu búið að búa til milliliði. Nú kaupum við ekki lengur rafmagn frá rafmagnsveitunni. Nei, við gerðum þessi mistök þegar sko orkupakki 1 var innleiddur, að þá hérna, fengum við ekki þær undanþágur sem við þurftum þar sem við erum bara afloka svæði og við erum að súpa seiðið af því í dag. Þannig að við erum farin að borga millilið sem við gerum ekki áður. Já, og búin að gera núna í langan tíma þegar við skiptum upp annars vegar sko framleiðslunni og hins vegar dreifingunni, að það eitt kostaði okkur milljarða og kostar okkur milljarða á ári. Já. Og svo ég man eftir því að það stóð illa á hjá ríkissjóði eins og svo oft áður og þá var Landsvirkjun beðin að auka arðgreiðslur sem var gert. Og hérna Landsvirkjun reyndar alveg sér dæmi, hagnaðurinn svo mikill þar. Já, þetta náttúrulega, hefur fram að þessu verið náttúrulega einokunar fyrirtæki, þannig að þau hafa alveg ráðið. Og þau ættu alveg að geta skila töluveru til samfélagsins en þá bara spurningin í hvaða formi vegna þess að við ætlumst til þess að það sé gert eiginlega í frumjöfnuðinum þannig að þau skili arðinu til samfélagsins en þau sé ekki að skila það miklum arði til samfélagsins að þurfi svo að leggja álögur á almenning þegar að þurfa að gera eitthvað og það þetta sem við erum að gagnrýna. Getið beðið að gefa ríkisstjórninni einkunn, er hún að falla á prófinu? Sko, ríkisstjórnin náttúrulega tók ekkert við neitt sérstaklega góðu búi og hún hefur verið svona að rétta sig af en svo núna lagði hún sín fyrstu fjárlög fram og það sem að við höfum athugasemdir við varðandi ríkisstjórnina, það í fyrsta lagi sko. Við búum við það að Seðlabankinn hefur eitt það tæki til þess að stýra hér verðbólgu að það eru stýrivextir. Stýrivextir þeir býta mjög misjafnlega
þeir taka sem sagt á ákveðnu þáttum og ekki öðrum. Já. Við höfum til dæmis óskað eftir, eða við munum óska eftir því að fá svona greiningu á því varðandi fyrirtæki sem að gera upp í erlendri mynt. Þetta eru yfir 200 fyrirtæki sem gera upp í erlendri mynt. Og þau eru mjög stór, þannig að þau eru með sko yfir 40% hlutdeild í sko veltu samfélagsins. Þau eru með mjög mikið. Og þá viljum við fá að vita hvað mikið af þeim stjórntækju Seðlabankans sem eru stýrivextirnir, hvað hafa þau mikið áhrif á þessi 40% af veltu samfélagsins. Þessi fyrirtæki hafa möguleika á því að þau eru með tekjur í erlendri mynt, að þau geti tekið til dæmis lán í erlendri mynt. Og þá hefur þetta stýritæki engin áhrif. Á þetta stóran hóp. Já, og við erum komið með mjög stóran hóp af fólki sem orðið ónæmt fyrir því að það þarf ekki að taka lán. Þetta náttúrulega bara fólk sem hefur unnið mjög mikið og annað þess áttar, eða þá þetta nýríka fólk sem við höfum stóran hópa af, og við sjáum það að auðsöfnun alltaf að fara á færri og færri hendur. Hvaða áhrif hafa stýrivextir á þetta fólk? Engin. Og þá komum við að þeim á hvaða fólk það hefur náttúrulega ákveðin fælingamátt á fyrirtæki sem eru á íslenskur krónu markaði. Sum þeirra geta velt þessu af sér yfir í verðlagið. Og þá horfum við á hópinn sem að raunverulega stendur undir þessu. Það eru skuldsettu heimilin og þau skuldsettustu heimili unga fólkið og það lágtekjufólkið. Það á þetta fólk sem að stýrivextir býta lang mest. Og hvaða möguleika hafa þau í því að breyta hegðunarmunstri sínu? Þessi lán eru fyrir húsnæði og öðrum svona nauðsynjavörum í mörgum tilfellum. Og þá veltir maður fyrir sig, hvað það sem við geta dregið úr? Þannig að sko, við höfum bara enga trú á þessu stýritæki fyrir það fyrsta. Og til þess að reyna að milda áhrif þessa stýritækis á almenning, þá höfum við verið með hluti eins og vaxtabætur, barnabætur, húsnæðisbætur og annað þess áttar, og þar kemur að falli ríkisstjórnarinnar. Vegna þess að ríkisstjórnin, hún var með sömu krónutölu, þannig að þetta lækkaði all þessi gjöld, lækkuðu að raungildi. Þannig að fólkið að fá minna fyrir sem að þarf á þess að halda, að fá færri krónur í vasan. Ríkisstjórnin líka að reyna að vera með hallalaus fjárlög og við erum alveg sammála því að það eigi að vera svona öllu jöfnu hallalaus fjárlög. En þau eiga ekki að vera hallalaus alltaf á kostnað almennings. Við sjáum hvar verið að draga úr. Það í öllum þessum heilbrigðisþjónustu og öðrum þeim þáttum sem snúa að almenningi. Við hefðum mjög gjarna vilja að ríkisstjórnin hefði gefið svolítið á tekjuhliðinni. Farið svolítið inn í til dæmis vextina og allar afleiður af þeim. Þeir sem að græða á því að taka það tilbaka og síðan annarkvort að vera með einhvern sparnað til viðbótar á fólki sem að ónæmt fyrir þessu. Þannig að við höfum viljað sjá öðruvísi handerað þessum breytingum sem að ríkisstjórnin var með. Og þetta teljum við að hún hafi fallið á. En það má ekki forrætta allt saman. En hún að gera margt gott enga síður. En þarna bara skiptir svo miklu máli að vera með verðbólguna þetta háa, þetta skiptir okkur verulega miklu máli og sérstaklega eins og segir. Eins og félaginn Vilhjálmur Birgisson segir að vera að flytja 30 milljarða bara yfir til bankana, bara með þessu einu. En áður fyrir þá var nú líka talað stýrivexti og bindiskyldu. Að binda hendur bankana til að þeir geti ekki ættu erfiðara með lána
að það var notað í ráðveri. Ég veit ekki hvað hættu því. Já, það náttúrulega bindiskylda á bankarna núna. Já, en hún ekki verið hækkuð. Hún hefur ekki verið hækkuð lengi. Já, það er alveg rétt. Það gæti verið eitt ráð til viðbótar. En sko í sjálfum sér ætla ég ekki að vera með einhver efnahagsráð fyrir ríkisstjórnina. Við erum að kjósa hana til þess sko. En aftur á móti hef ég alveg skoðun á afleiðingunum sem að hún er að gera. Já. Þannig að það er sko verkefni ríkisstjórnarinn að stýra þessu en sko eins og ég hef búin að vera að segja núna að þetta lendir alltaf á tiltölulega sko litlum hópi fólks og það eru launafólki í landinu. Já. Þú nú með mjög sterkt umboð til að hafa skoðanir og reyna að hafa áhrif á þetta sem forseti Alþýðusambandsins. Þetta er fjöldarhefing. Já, mikil ósköp og við gerum það. Við erum bæði opinberlega og óopinberlega í því að gæta hagsmuna okkar félaga og gerum það alveg grimmt. En eins og staðan kemur núna, verðbólgan voru þetta há og stýrivextir reyndar ekki hækkaðir en það blasir út það Seðlabankastjóri var svo sem ekki að vandi ykkur kveðjarnar heldur sko. Nei, það hittist þannig á að þeir eru búin að finna einhvern sökudólg og það eru launin í landinu. Sko, og enn og eina ferðina ætla ég að segja að við gerðum mjög hóflega kjarasamninga og okkar útreikningar eða okkar rannsóknir hafa sýnt það og við eigum eftir að fara aðeins betur yfir það áður við sendum það út í loftið að stærstum hluta hafa þessi kjarasamningar haldið gagnvart okkar félagsfólki. Síðan þessar mælingar sem eru að koma núna fram að það sé sem sagt annarkvort launaskrið eða aðrir hópar hafi fengið einhvað umfram, það er ekki á okkar forræði. Ef það er eitthvað launaskrið í gangi, þá eru það fyrirtæki sem er að taka þessar sjálfstæðu ákvarðanir. Og ef það er einhverjir aðrir hópar sem hafa fengið einhvað meira sem er að mælast inn í meðaltalinu, þá er það ekki á forræði okkar. Nei, það, já. En kvíður þessu að þurfa að þið þurfa að taka ákvörðun að segja upp samningum? Nei, alls ekki. Þetta er bara okkar verkefni. Og þar höfum við bara hagsmuni almennings í leiðarljósi. Og þess vegna segir það sko, við munum taka mikla og djúpa umræðu þetta áður en við tökum ákvörðun. Og hún verður ekki gerði í neinni geðsræringu eða gerðaðisleg sko. Þannig að við tökum bara yfirvegaða ákvörðun þegar það kemur. En þessi sko vinnusvik að vera með útlendingar sem að sko í svartri vinnu, þetta er víða, er það ekki? Sko ef það er til staðar, þá eiga að vera til eftirlitskerfi að hálfu ríkisins sem að eiga að uppræta þetta og það myndi örugglega spara mikinn pening að leggja svolítinn kostnað í það hjá skattyfirvöldum að fara í svona rannsóknir, hvort að þetta er í gangi eða ekki. Það myndi spara ríkissjóði sko margfalt það sem að kostar að ráða 10-15 manns í rannsóknir á því hvort þetta sé í gangi eða ekki og það væri, þeim pening væri mjög vel varið. En annað, núna standa nýjar íbúðir bara tilbúnar og það er engi kaupendur, engi sem getur keypt. Og það fólk sem sko, ég veit, eru uppsagninir í byggingariðnaðum, veistu það? Já, það eru uppsagnir og við sjáum það á atvinnulífstölum að það eru uppsagnir og það eru fyrirtæki sem að draga sér höndum vegna þess að þau eiga mikinn stappa óseldra íbúða og þessar óseldu íbúðir eru annars vegar að það er engin markhópur lengur fyrir þessar íbúðir, þessar tegund íbúða sem eru og í öðru lagi þá eru það bara einfaldlega að komna langt yfir greiðslugetu almennings. Þannig að þær standa bara tómar á meðan. Svolítið grátlegt, sko, fullt af fólki sem vantar heimili, íbúðir og svo það sem er í boði er bara ekki, hentar ekki. Nei,
og það bara ekki verið, sko, markaðurinn, ég held að hann hafi, sko, hann hefur mest bara af þessu, að hann mettur af þessari gerð íbúða, þannig að hérna, þær eru bara ekki söluvara eða þær munu fara hægt út. Og við höfum verið að hvetja ríkisstjórnina og hún hefur reynda komið með einn pakka sem svona til þess að reyna að liðka fyrir og það var margt gott í þeim pakka sem hún kom með þarna í nóvember með minnir og svo hérna, hefur hún boðað að það komi nýr pakki í febrúar-mars varðandi húsnæðisliðina og þetta svona eitt af því sem að þarf að hérna, huga mjög vel að við þurfum að fara að byggja og við þurfum þá að fara að byggja réttar íbúðir fyrir almenning og fyrir greiðslu getu almennings. En þeir svona samdráttur, hvaða fólk missi vinnuna fyrst? Það eru bara í svona byggingarstarfsemi að þá það bara almennir starfsmenn sem við missa vinnuna fyrst. Ferðaþjónustan hefur verið að draga saman seglin líka og við sjáum atvinnuleysi sem á Suðurnesjum og atvinnuleysi hefur farið upp og ég sé ekki að sinni komið á neitt hættulegan stað vegna þess að við eigum alltaf, sko, við eigum sögu fyrir tímabundnu atvinnuleysi í þetta desember, janúar, febrúar og síðan fer það að skána með hækkandi sól. En aftur á móti tengjum við þetta saman við sko þessar aðgerðir ríkisstjórnar sem hún að fara núna með að breyta hérna reglum varðandi atvinnuleysistryggingasjóð. Og við teljum það mjög alvarlegt mál og eiginlega aðför að velferðarkerfi vinnumarkaðarins vegna þess að við höfum verið með sko mjög sveigjanlega vinnumarkað. Við erum með hérna uppsagnakerfi sem er sko lang slakast af Norðurlöndunum og við höfum talið að við getum verið með svona tiltölulega slakt kerfi í uppsögnum eða þannig að atvinnurekendur geta sagt fólki með tiltölulega skömmum fyrirvara án þess að veita hérna mikla sko fyrirvara á því að segja fólki upp. Og við höfum talið að það sé í lagi á meðan við erum með velferðarkerfi sem grípur fólkið og það hafa verið atvinnuleysistryggingasjóður og þá þetta þannig að fólk tiltölulega skamman tíma atvinnulaust en það þarf einhvað til að grípa sig á meðan leita niðri vinnu. Núna eru þeir aftur á móti að breyta atvinnuleysistryggingakerfinu þannig eins og til dæmis varðandi ávinnsluna að í staðin fyrir að það tekur 3 mánuði að fá sko fyrsta réttin hjá atvinnuleysistryggingasjóði og það tekur heilt ár að fá sem sagt upp í hálfan rétt og það tekur 2 ára að fá fullan rétt að hérna nú á að taka sko þetta fyrsta ár af sem ávinnslurétt og við höfum verulegar áhyggjur af því vegna þess að það bara eðli málsins samkvæmt að þá eru alltaf hvort sem það eru erlendi starfsmenn eða Íslendingar sem eru að byrja á vinnumarkaðinum að þeir þurfa alltaf að byrja og ef þetta eru 12 mánuðir sem að þeir hérna þurfa að sitja af sér ef við getum sagt svo að þeir þurfa að hafa ekki rétt til atvinnuleysisbóta, við lítum á það mjög alvarlegum augum og sérstaklega vegna þess að við fáum enga tölur það, hvað eru þetta margir og af hvaða þjóðerni ef þeir hafa áhyggjur af því að erlendi starfsmenn sé eitthvað að misnota atvinnuleysistryggingakerfi hérna. Það ekki til neitt það, hvað þetta mikið. Og það sami hinnendan að að ríkisstjórnin vil draga úr sko 30 mánuði niður í 18 mánuði sem að þú áttir rétt. Við höfum ekki hugmynd hversu margir þetta eru. Það er enga tölur það og ég bara trúi því ekki að núverandi félagsmálaráðherra eða bara alþingi í heild sinni að það taki afstöðu út frá svona grunnum upplýsingum að þau hljóta að óska eftir upplýsingum það býtu hvaða tölur erum við að tala og við höfum gagnrýnt þetta mjög mikið og þetta samráðsleysi sem hefur verið hjá stjórnvöldum og það gagnvart þessu máli það ekki að byrja á þessari ríkisstjórn það var sama hjá síðustu ríkisstjórn
að við vorum kölluð á eitt fund bara í sko lokametrum vinslu þessa frumvarps og það er sama hérna núna að við gagnrýnum mjög það að það skulle ekki vera haft samband eða samráð við aðalega vinnumarkaðarins því að í upphafi var þess sko atvinnuleysistryggingasjóður settur á við náttúrulega munum það ekki þó við séum gamlir sko að hérna það var sett á 1956 og þá var það gert út af löngu verkfalli og þá var það gert með þeim forræði að launafólk að það sló af kröfum sínum þannig að það má segja að þetta séu að hluta til sko laun verkafólks sem að stofnuðu atvinnuleysistryggingasjóð þó hann sé greiddur með tryggingagjaldi í dag sko að þá lagði almenningu til við hérna stofnun þessar sjóðs og við teljum að þetta sé náttúrulega bara eins og ég sagði áðan hluti af velferðarkerfi vinnumarkaðarins. En það er þá til dæmis nú það er aukið atvinnuleysi sérstaklega kannski 18 til 25 ára eða hvað 18 til 26. Já. Þar er orðið mest. Já. Og sem er náttúrulega mjög alvarlegt. Já. Og vitið þið ekkert hvaða fólk þetta er? Er þetta erlendir starfsmenn, Íslendingar, karlar, konur? Nei, sko sjálfsagt veit Vinnumálastofnun af því hvaða fólk þetta er en sko atvinnuleysi eftir hópum að þá er það hæst hjá yngst af aldurshópnum. Og þetta er aldurshópurinn sem ég var að tala sem að þarf að byrja á því að vinna sér ávinnslu fyrstu 12 mánuðina og þess vegna höfum við verulega áhyggjur af því að það sé verið að stytta bótatímabilið. En hérna það fylgdi þessu frumvarpi engin gögn það hvaða fólk þetta er eða af hvaða kyni eða þjóðflokki eða hvar á landinu þetta er eða annað þess áttar. Það er engin gögn sem fylgja þessu. Nei. Getur verið að einhverju sé að misnota þetta kerfi atvinnuleysisbæturnar með að vera að vinna svarta vinnu til hliðar? Sko, ég ætla ekki að neita því. Ég veit líka því að fólk er að svindla sér í strætó. Það eru öll kerfi einhver leyti misnotuð. Þetta er mikill minnihluti og við eigum ekki að byggja kerfi upp á því að hérna láta sko oppan líða fyrir það að einhverju sé að misnota kerfi. Við höfum aldrei að byggja kerfi þannig. Nei. En nú eru náttúrulega alls í skvíkindi í alþýðusambandinu. Þetta eru ólík sjónarmið náttúrulega. Einhverjir sko hafa hagað því að stoppa hérna í haust og meðan aðrir alls ekki. Er það ekki? Launabil milli á þessi félagsfólk. Já, þú meina það. Í alþýðusambandinu er tæplega 150.000 manns. Og þetta er náttúrulega bara þverskurðurinn af samfélaginu. Og þarna eru allar skoðanar uppi. Og við náttúrulega bara virðum það. Þannig að hérna, sumir hafa hag af þessu og aðrir af öðru. En við reynum að komast að sameiginlegri niðurstöðu og ef að við komast að sameiginlegri niðurstöðu þá finnst mér mjög skrítið að stjórnvöld gangi á móti svoleiðis ákvörðun. Með þetta mikla sem þið í rauninni eru. Já. Þið Finnbjörn, þetta búið að vera fróðlegt og gaman. Já. Ég takka þér kærlega fyrir komuna. Já, bara takk fyrir að bjóða mér. Og við höldum áfram eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.